Þessu guðspjall. Fyrsti kafli. Ættartala Jesú Krists, sonar Davíðs, sonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og Sara við Tamar. Peres gat Esrom, Esrom gat Ram, Ram gat Amminadab, Amminadab gat Naxon, Naxon gat Salmon, Salmon gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbeð við Rút. Óbeð gat Ísai og Ísai gat Davíð konung. Davíð gat Salomon við konu Úría, Salomon gat Róbóam, Róbóam gat Abía, Abía gat Asaf, Asaf gat Jósafat, Jósafat gat Jóram, Jóram gat Úsía, Úsía gat Jótam, Jótam gat Akas, Akas gat Esekía, Esekía gat Manase, Manase gat Amos og Amos gat Jósía. Jósía gat Jekonía og bræður hans á tíma herleiðingarinnar til Babýlonar. Eftir herleiðinguna til Babýlonar gat Jekonía Sealtíel. Sealtíel gat Serubabel, Serubabel gat Abíúd, Abíúd gat Eljakím, Eljakím gat Asúr. Asúr gat Satók, Satók gat Akím, Atím gat Eliúd, Eliúd gat Elesar, Elesar gat Mattan, Mattan gat Jakob. Og Jakob gat Jósef mann Maríu, en hún óli Jesú sem kallast Kristur. Þannig eru alls 14 ættliðir frá Abraham til Davíðs, 14 ættliðir frá Davíð fram að herleiðingunni til Babýlonar og 14 ættliðir frá herleiðingunni til Krists. Fæðing Jesú Krists var með þessum atburðum. María móðir hans var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda. Jósef, festamaður hennar, sem var grandvar, vildi ekki gjöra henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá veitraðist honum engill drottins í draumi og hún sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með efra heilögum anda, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Allt var þetta til þess að rætast skildu orð drottins fyrir munn spámannsins: sjá, mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun verða Immanúel, það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði, gjörði hann eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Annar kafli. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta, varð hann skelkaður og öll í Jerúsalem með honum. Og hann stefndi saman öllum æðstu prestunum og fræðimönnum lýðsins og spurði þá hvar á Kristur að fæðast. Þeir svörðu honum: í Betlehem í Júdeu, en þannig er ritað hjá spámanninum: Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðaborga í Júda, því höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir liðs míns Ísrael. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir barni, og þér finnið það, látið mig vita, til þess að ég geti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu í austur þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna, blöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykjelsi og myrru.
En þar sem þeir fengu bendingar í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar þeir voru farnir, þá vitraðist engill drottins Jósef í draumi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og flý til Egyptalands. Þar skaltu vera uns ég segi þér, því að Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara því. Hann vaknaði, tók barnið og móður þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvaldist hann þangað til Heródes var allur. Það sem drottinn sagði fyrir munn spámannsins skyldi rætast: Frá Egyptalandi kalla ég son minn. Þá sá Heródes að vitringarnir höfðu gabbað hann og varð afar reiður og sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetra og yngri. En það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns: Rödd heyrðist í Rama, grátur og kveinstafir miklir, Rakel grætur börnin sín og vill ekki hugga sláta, því að þau eru ekki framar lífs. Þegar Heródes var dáinn, þá vitraðist engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Hann tók sig upp og fór til Ísraels lands með barnið og móður þess. En þá hann heyrði að Arkilás réði ríkjum í Júdeu í stað Heródesar föður síns, óttaðist hann að fara þangað og hélt til Galileubyggð eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heiti Nasaret, en það átt að rætast sem sagt var fyrir munn spámannanna: Nasarei skal hann kallast. 3. kafli. Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði: Gjörið viðurinn, himnaríki í nánd. Jóhannes sá sem mælt hjá Jesaja spámanni: Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og hafði til matar engisprettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem og allir Júdeu og Jórdan byggð, létu skýrast af honum jáni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisegar og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávöxt sambóðin yðruninni. Látið yður ekki til hugar koma að þér geti sagt með sjálfum yður: Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ekki ber góðan ávöxt verður upp höggvið og í eld kastað. Ég skýri yður með vatni til yðrunar, þegar sá kemur eftir mig sem mér máttugri, og ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilagum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun gjörhreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Þá kemur Jesús frá Galileu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði: Mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: Lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum: Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. 4. kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina að hans yrði freistað af djöflinum. Þar fastaði hann í 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom freistarinn og sagði við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jesús svaraði: Ritað eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni.
Þá tekur djöfullinn hann með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að ritað er: Hann mun fela þig englum sínum, og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jesús svaraði honum: Aftur er ritað: Ekki skalt þú freista drottins, Guðs þíns. Enn tekur djöfullinn hann með sér upp á ofurhátt fjall og sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir: Allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús sagði við hann: Vík brott, Satan, ritað er: Drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuðu honum. Þegar hann heyrði að Jóhannes hafði verið tekinn höndum, hélt hann til Galíleu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftali. Þannig rættist það sem sagt er fyrir munni Jesaja spámanns: Sebúlons land og Naftali land við vatnið, landið handan Jórdanar og Galilea heiðingjana, sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim sátu í skuggalandi dauðans ljós upprunnið. Upp frá þessu tekur Jesús að prédika og segja: Gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallast Pétur og Andrés bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá: Komið og fylgið mér, og ég mun láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Hann fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, prédikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi meðal lýðsins. Orðstír hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla þá sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama, og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapólis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. 5. kafli. Þegar hann sá mannfjöldan gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum og kenndi þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra himnaríki. Sælir eru sorgbittnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeir munu miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðsbörn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem óðsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámunina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt og menn fleygja því og troða undir fótum sér. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja mann heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku, og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna, að þeir sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinin og jörð líða undir lok mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram.
Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei til himnaríkis. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurnar, þú skalt ekki morð fremja, sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi, en ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakyrðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu, og hver sem svívirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið og fara fyrst og sættast við bróður þinn og koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þín meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum, og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýgja hór, en ég segi yður, hver sem horfir á konu í gerindarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þína glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þína glatist en að allur líkami þín fari til helvítis. Þá var á sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór, og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurnar, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himininn, því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina, því að hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem, því að hún er borg hins mikla konungs, og eigi skaltu sverja við höfuð þitt, því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já yðar já og nei sé nei. Það sem umfram kemur frá hinu vonda. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn og bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnuna líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata á óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigið þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtumenn hið sama. Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar einum, gjöra heiðnir menn ekki hið sama? Verið því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. 7. kafli. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir bönnum, þeim til sýnis, annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræsnarar gjöra í samkomuhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gjörir, svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn sem er í leinum mun umbuna þér.
Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum, til þess að menn sjái þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en nær þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefum mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og Faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun Faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið, þá verið ekki daprir í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dylst að þeir fasta. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en nær þú fastar, þá smerið þú höfuð þitt og þvo andlit þitt, svo að menn verið ekki varir við að þú fastar. Heldur Faðir þinn sem í leynum, og Faðir þinn sem í leynum mun umbuna þér. Safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himnum, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð, og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Augað lampi líkamans, sé augað þitt heilt, mun allur líkaminn þinn bjartur, en sé augað þitt spillt, verður allur líkaminn þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Enginn getur þjónað tveimur herrum, annað hvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og mammon. Því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífið þar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður, og Faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufullir klæði? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo gras vallarins, sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlitlir. Segið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, eða hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yðar himneski Faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. 7. kafli. Dæmið ekki, svo að þér verði ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið munu þér dæmdir, og með þeim mæli sem þér mælið mun yður mælt verða. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færð þú sagt við bróður þinn, lát mig draga flísina úr auga þér, og þó bjálki í auga sjálfs þíns? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Gefið ekki hundum það sem heilagt
og kastið eigi perlumiða fyrir svín. Þau mundu tróða þær undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem knýr á mun upplokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur syni sínum stein hann biður brauð, eða höggorm þegar hann biður fisk? Fyrst þér sem eruð vondir hafa vita og gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöru yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur sem liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Varist falsspámenn. Þeir koma til yðar í sauðarklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert það tré sem ekki ber góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað, af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn sem gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Farið þið frá mér, illgjörðamenn. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hyggnum manni byggði hús sitt á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi en það féll eigi. Því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni byggði hús sitt á sandi. Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, það féll og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, undraðist mannfjöldin mjög kenningu hans, því að hann kenndi þeim eins og sá sem vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. 8. kafli. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snarti hann og mælti, ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Jesús sagði við hann, gæt þess að segja þetta engum, en far þú og sýn þig prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar hann kom til Kapernaum, gekk til hans hundraðshöfðingi og bað hann, Herra, sveinn minn liggur heima lami og mjög þungt haldinn. Jesús sagði, ég kem og lækna hann. Þá sagði hundraðshöfðinginn, Herra, ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveinn minn þá heill verða. Því að sjálfur er ég maður sem verða að lúta valdi og ræði yfir hermönnum, og ég segi við einn, far þú og hann fer, og við annan, kom þú og hann kemur, og við þjón minn, gjör þetta og hann gjörir það. Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þá sem fylgdu honum. Sannlega segi yður, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna. Þá sagði Jesús við hundraðshöfðingjan, far þú
verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Jesús kom í hús Péturs og sá þá að tengdamóðir hans lá með sótthita. Hann snart hönd hennar og sótthitinn fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komið færðu menn til hans marga sem haldnir voru illum öndum. Illu andana rak hann út með orði einu og alla þá sem sjúkir voru læknaði hann. Það átt að rætast sem sagt fyrir munni Jesaja spámann. Hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. En þegar Jesús sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann að fara yfir vatnið. Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði: Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sína halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann: Herra, leyf mér að fara fyrst og jarða föður minn. Jesús svaraði honum: Fylg þú mér, en lát hina dauðu jarða sína dauðu. Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til og vekja hann og segja: Herra, bjarga þú, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þér hræddir, þér trú litlir? Síðan reis hann upp og hastaði á vindinn og vatnið og var stillilogn. Menn undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar hann kom yfir í byggð Gadarena, kom á móti honum frá gröfunum tveir menn, haldnir illum öndum. Svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Þeir æpa: Hvað vilt þú okkur, sonur Guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tímann? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beit. Illu andarnir báðu hann og sögðu: Ef þú rekur okkur út, þá sendu okkur í svínahjörðina. Hann sagði: Farið. Út fóru þeir og í svínin. Og öll hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir blíðu komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindi, líka frá mönnunum sem haldnir voru illum öndum, og allir borgarmenn fóru til móts við Jesú, og þegar þeir sáu hann báðu þeir hann að fara burt úr héruðum þeirra. 9. kafli. Þá stéð Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn: Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn sögðu þá með sjálfum sér: Hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Hvort er auðveldar að segja: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú talar hann við lamamanninn: Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólki sem horfði á þetta var óttaslegið og lofaði Guð, sem gefið hafði mönnum slíkt vald. Þá hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni. Og hann segir við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersundýr komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisear sáu það, sögðu þeir við lærisveina hans: Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og bersundugum? Jesús heyrði þetta og sagði: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til hans lærisveinar Jóhannesar og segja: Hví föstum vér og farisear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta.
Enginn lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta mann heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan hann var að segja þetta við þá kom forstöðumaður einn, raut honum og sagði: Dóttir mín er að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart klæða hans. Hún hugsaði með sér: ef ég fæ hann snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og hann sá hana, sagði hann: Vertu hughröst, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins sá hann pípuleikara og fólkið í uppnámi. Hann sagði: Farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók í hönd hennar og reist þá stúlkan upp, og þessi tíðindi bárust allt það hérað. Þá Jesús hélt þaðan fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim gengu blindu menninni til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu: Já, Herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og vígfrægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara var komið til hans með mállausan mann haldinn illum anda. Og illiandinn var útrekinn tók málleysinginn að mæla. Mannfjöldinn undraðist og sagði: Aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farísearnir sögðu: Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundu þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóma og veikindi. En hann sá mannfjöldan kenndi hann í brjóstu þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína: Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Beðið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. 10. kafli. Og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum, að þeir gætu rekið þá út og lækna hvers kyns sjúkdóma og veikindi. Nöfn póstulanna 12 eru þessi: Fyrstur Símon, sem kallast Pétur, og Andrés bróðir hans. Þá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans, Filippus og Bartolómeus, Tómas og Matteus tollimtumaður, Jakob Alfeusson, Taddeus, Símon vandlætari og Júdas Ískariot sveik hann. Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: Haldið ekki til heiðinna manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt, farið og predikið himnaríki í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkra þráa, rekið út illa anda, gefins hafið þér fengið, gefins skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar eða 2 kyrtla, hvorki skó né staf, verður verkamaðurinn fæði síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur, og þar sé aðsetur yðar þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs, og sé það verðugt, skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar
aftur hverfa til yðar. Og taki einhver ekki við yður né hlýði á orð yðar, þá farið úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilega mun landi Sódómu og Gómoru á dómstegi en þeirri borg. Sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnum, því að þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hústryggja yður í samkondum sínum. Þér munu leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna, þeim og heiðingjum til vitnisburðar. En þá menn draga yður fyrir rétt, skulu þér ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Og þér munuð hata þeir af öllum vegna nafns míns. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg þá flýið í aðra, sannlega segi ég yður, þér munuð ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki lærisveini meistaranum fremri né þjónn herra sínum. Nægja má lærisveini að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst þeir kölluðu húsföðurinn Belsebúl, hvað kalla þeir þá heimamenn hans? Óttist þá því eigi. Ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né leynt eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu, og það sem þér heyrið hvíslað í eyra skulu þér kunngera á þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Eru ekki 2 spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föður yðar. Á yður eru jafnvel höfuðhárin talin. Verið því óhræddir, þér eru meira verðir en margir spörvar. Hvert hann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég og kannast við fyrir föðum mínum á himnum. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin til að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni, og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem hann föður eða móður meir en mér mín ekki verður, og sá sem hann syni eða dóttur meir en mér mín ekki verður. Hver sem ekki tekur sinn kross og fylgir mér mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt týnir því, og sá sem týnir lífi sínu mín vegna finnur það. Sá sem tekur við yður tekur við mér, og sá sem tekur við mér tekur við þeim sendi mig. Sá sem tekur við spámanni vegna þess að hann spámaður mun fá spámanns laun, og sá sem tekur við réttlátum manni vegna þess að hann réttlátur mun fá laun réttláts manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann lærisveinn, sannlega segi yður, mun alls ekki missa af launum sínum. 11. kafli. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann þaðan að kenna og prédika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists, þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn, altir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindið, og sæll sá sem hneykslast ekki á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldas Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin? Fóru
Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúin mann? Nei, prúðbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann? Já, ég segi yður, og það meira en spámann, hann er sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, er greiða mun veg þinn fyrir mér. Sannlega segi ég yður, enginn er sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa er ríki himnanna ofríki beitt, og ofríkismenn vilja hremma það, spámennirnir allir og lögmálið, allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þér viljið við því taka, þá er hann Elía sá sem koma skyldi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við hvað á ég að líkja þessari kynslóð? Líkar börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við lékum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. Við sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom, át hvorki né drakk, og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom, át og drakk, og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtum manna og bersendugra, en spekinn sannast af verkum sínum. Þá tók hann að ávíta borgirnar, þar sem hann hafði gjört flest kraftaverk sín, fyrir það að hafi ekki gjört iðrun. Veið þér Kórasin, veið þér Betsaida. Ef gjörst hefðu í Tírus og Sídon kraftaverkin sem gjörðist í ykkur, hefðu þær löngu iðrast í sekk og ösku. En ég segi yður Tírus og Sídon, bærilega mun á dómstegi en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Ef gjörst hefði í Sódómu kraftaverkin sem gjörðist í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða, ég vegsama þig, Faðir, Herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinberað það smælingjum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér falið af föður mínum, og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá er sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld í sálum yðar, því að ok mitt er ljúft og byrði minn létt. 12. kafli. Þessar mundir fór Jesús Sálönd á hvíldardegi. Lærisveinar hans kenndu hungurs og tóku að tína kornöx og eta. Þegar farisegar sáu það, sögðu þeir við hann, lít á, lærisveinar þínir gjöra það sem ekki er leyft að gjöra á hvíldardegi. Hann svaraði þeim, hafið þér eigi lesið hvað Davíð gjörði, þegar hann hungraði og menn hans. Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðunarbrauðin, sem hvorki hann né menn hans og engir nema prestarnir máttu éta. Eða hafið þér ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musturinu á hvíldardögum og eru þó án saka. En ég segi yður, hér er meira en musturið, ef þér hefðu skilið hvað felst í orðunum miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Mundu þér ekki hafa sakvelt saklausa menn, því að mannssonurinn er herra hvíldardagsins. Hann fór þaðan og kom í samkundu þeirra, þar var maður með visna hönd, og þeir spurðu Jesús, er leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þeir hugðust kæra hann. Hann svarar þeim, nú á einhverju þar eina sauðkind, og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Mundi hann ekki taka hana og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri? Það er því leyfilegt að gjöra góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við manninn,
réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. Þá gengu farísearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum hvernig þeir gætu náð lífi hans. Þegar Jesús var þess vís fór hann þaðan, margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Þannig rættist það sem sagt er fyrir muni Jesaja spámanns. Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða, sem sál minn hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Eigi mun hann þrátta né hrópa og eigi mun raust hans heyrast á þrætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkvegg mun hann ekki slökkva, uns hann hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirna vona. Þá var færður til hans maður haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Allt fólkið varð furðu lostið og sagði: Hann er þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísear heyrðu það, sögðu þeir: Þessi rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Belsebúls, höfðingja illra anda. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvert það ríki sem er í sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn, og hver sú borg eða heimili sem er í sjálfu sér sundurþykkt, það er ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfur sér sundurþykkur, hvernig fær ríkið hans þá staðist? Og ef ég rek illuvandana út með fulltingi Belsebúls, með hverju reka þá yðar menn þá út? Því skulu þér vera dómarar yðar. En ef ég rek illuvandana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í hús hins sterka og rænt föngum hans, nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem ekki er með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þess vegna segi ég yður: hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsinnunum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komanda. Annað hvort er tréð gott og ávöxturinn góður, eða tréð vont og ávöxturinn vondur. Því að ávöxtunum þekkist tréð. Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eruð vondir talað gott? Af gnægð hjartans mælir munnurinn, góður maður ber fram gott úr góðum sjóði, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segi yður, hvert ónýtju orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því á orðum þínum mundu sýknaður og á orðum þínum mundu sakfelldur verða. Þá sögðu nokkrir fræðimenn og farísear við hann: Meistari, við viljum sjá þig gera tákn. Hann svarar þeim: Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Jónas var í kviði stórkvelisins 3 daga og 3 nætur, og eins mun mannssonurinn verða 3 daga og 3 nætur í skauti hérðar. Nínivemenn munu koma fram í dómnum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því að þeir gjörðu iðrun við prédikun Jónasar. Og hér er meira en Jónas. Drottning Suðurlanda munu rísa upp í dómnum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana, því að hún kom frá endimörkum jarðar til að heyra speki Salómons, og hér er meira en Salómon. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fer hann og tekur með sér 7 aðra anda sér verri. Og þeir fara inn og setjast þar að, og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Eins munu fara fyrir þessari vondur kynslóð.
Meðan hann var enn að tala við fólkið kom móðir hans og bræður, þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann: móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim við hann mælti: hver er móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina og sagði: hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjörir vilja föður míns sem er á himnum, sá er bróðir minn, systir og móðir. 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni, hann talaði margt til þeirra í dæmisögum. Hann sagði: sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp, því að það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt féll meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það. En sumt féll í góða jörð og bar ávöxt. Sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu: hvers vegna talar þú til þeirra í dæmisögum? Hann svaraði: yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögunum, að sjáandi heyrið þeir ekki og heyrandi sjá þeir ekki né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja: með eyrunum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækna þá. En sæl eru augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannlega segi ég yður, margir spámenn og réttlátir þráðu að sjá það sem þeir sjáið en sáu það ekki, og heyra það sem þeir heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur við orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu, hann er kvikull og þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins, bregst hann þegar. Það sáðvar meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðavana kefja orðið svo að það ber engan ávöxt. En það sáðvar í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann sá sem ber góðan ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu sagði hann þeim: líkt himnaríki og mann sáð í góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans, sögðu við hann: herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim: þetta hefur einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu við hann: viltu að við förum og tínum það? Hann sagði: nei, með því að tína illgresið getur þér slítið upp hveitið leið. Látið hvort vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin kornskurðartíð,
mun ég segja við kornskurðamenn, safnið fyrst til gresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði hann þeim, líkt himnaríki mustardskorni sem maður tók og sáði í akur sinn, smæst það allra sáðkorna, en það vex, það öllum jurtum meira, það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði hann þeim, líkt himnaríki súrdegi kona tók og fól í 3 mælum mjöls, uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra. Það átti að rætast sem sagt fyrir munn spámannsins. Ég mun opna munn minn í dæmisögum, mæla það fram sem hulið var frá grundvöllum heims. Þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgrisið á akrinu. Hann mælti, sá sáir góðasæðinu mannssonurinn, akurinn heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins, en illgrisið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn, kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endir veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofninn, þar verður grátur og gnístran-tánna. Þá munu réttlátir skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Líkt himnaríki fjársjóði sem fólginn var í jörðu og maður fann og leymdi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi eigur sínar og keypti akur þann. Enn himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. Enn himnaríki líkt neti sem lagt í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu fara til, skilja vondamenn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofninn. Þar verður grátur og gnístran-tánna. Hafið þér skilið allt þetta? Já, svöruðu þeir. Hann sagði við þá, þannig sér hver fræðimaður sem orðinn lærisveinn himnaríkis, líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þá undruðust menn stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftarverkin? Þetta ekki sonur smiðsins, heitir móðir hans ekki María, og bróðir hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og ekki systur hans allar hjá oss? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir hneykslaðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði ekki þar mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. 14. kafli. Þessar mundir spyr Heródes fjórðungsstjóri tíðindi af Jesú, og hann segir við sveina sína, þetta Jóhannes skírari, hann risinn frá dauðum. Þess vegna kraftarnir að verki í honum. En Heródes hafði látið taka Jóhannes höndum, fjötra hann og varpa í fangelsi, vegna Heródísar, konu Filippusar bróður síns. Því Jóhannes hafði sagt við hann, þú mátt ekki eiga hana. Heródes vildi deyða hann, en óttaðist lífin þar menn töldu hann vera spámann. En á afmælistegi Heródesar dansaði dóttir Heródísar dans frammi fyrir gestunum og hreif Heródes svo
að hann svór þessi eið að veita henni hvað sem hún bæði Að undirlagi móður sinnar segir hún: Gef mér hér á fati höfuð Jóhannesar skírara. Konungur varð hryggur við, en vegna eiðsins og gesta sinna bauð hann að veita henni þetta. Hann sendi í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengi stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar hans komu, tóku líkið og greipturuðu og fóru síðan og sögðu Jesús. Þegar Jesús heyrði þetta, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólkið frétti það og fór gangandi eftir honum úr borginni. Þegar Jesús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinar að máli við hann og sögðu: Hér engin mannabyggð og dagur liðinn, lát nú fólkið fara að þeir geti náð til þorpanna og keypt sér vistir. Jesús svaraði þeim: Ekki þurfa þeir að fara, gefið þeim sjálfir að éta. Þeir svara honum: Við höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir: Færi mér það hingað, og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu. Og þeir neittu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana afgengu 12 körfur fullar, en þeir sem neitt höfðu voru 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Tafarlaust knúði hann lærisveina sína að fara í bátinn og halda á undan sér yfirum, meðan hann sendi fólkið brott. Og hann hafði látið fólkið fara, gekk hann til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, var hann þar einn, en báturinn var þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur, kom hann til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bilt við, þeir sögðu: Þetta vofa, og æptu af hræðslu. En Jesús mælti jafnskjótt til þeirra: Verið hughraustir, það ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum: Ef það þú, Herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði: Kom þú. Og Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem hann sá rokið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann: Herra, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði: Þú trúlitli, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn, en þeir sem í bátnum voru tilbáðu hann og sögðu: Sannarlega ert þú sonur Guðs. Þegar þeir höfðu náð yfirum, komu þeir á landi við Genesaret. Fólkið á þeim stað þekkti hann og sendi boð allt nágrennið, og menn færðu til hans alla þá sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snerta hald klæða hans, og allir sem snertu hann urðu alheilir. 15. kafli. Nú komu til Jesú farisear og fræðimenn frá Jerúsalem og sögðu: Hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfðakenning forfeðranna? Þeir taka ekki handlögar áður en þeir neita matar. Hann svaraði þeim: Hvers vegna brjótið þér sjálfur boðorð Guðs sakir erfðakenninga yðar? Guð hefur sagt: Heiðra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segið: Hver sem segir við föður sinn eða móður, það sem þér hefðu getað orðið til styrktar frá mér musteris fé. Hann á ekki að heiðra föður sinn eða móður. Þér ógildið orð Guðs með erfðakenningu yðar, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður hann segir:
Líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og hann kallaði til sín mannfjöldan og sagði: Heyrið og skiljið, ekki sörgar það manninn sem fer inn í munninn, hitt sörgar manninn sem út fer af munni. Þá komu lærisveinar hans og sögðu við hann: Veistu að farísearnir hneyksluðust þegar þeir heyrðu orð þín? Hann svaraði: Sérhver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróðursett mun upprætt verða. Látið þá eiga sig, þeir eru blindir leiðtogar blindra. Ef blindur leiðir blindan falla báðir í gryfju. Þá sagði Pétur við hans: Skýrðu fyrir oss líkinguna. Hann svaraði: Eru þér líka skilningslausir ennþá? Skiljið þér ekki að allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safntróni? En það sem út fer af munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, andráp, hórdómur, sörlifnaður, þjófnaður, ljúgvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin, en að eta með óþvegnum höndum sörgar engan mann. Þaðan hélt Jesús til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom kona nokkur kanversk úr þeim héruðum og kallaði: Miskunna þú mér, Herra, sonur Guðs. Dóttir mín er mjög kvalin af illum anda. En hann svaraði henni engu orði. Lærisveinar hans komu þá og báðu hann: Láttu hana fara, hún eltir oss með hrópum. Hann mælti: Ég er ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraels ætt. Konan kom, laut honum og sagði: Herra, hjálpa þú mér. Hann svaraði: Ekki sæmir að taka brauð barnanna og kasta því fyrir hundana. Hún sagði: Satt er það, Herra, þó éta hundarnir mola þá sem falla á borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesús við hana: Kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt, og dóttir hennar varð heil frá þeirri stundu. Þaðan fór Jesús og kom að Galileu vatni, og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér haltamenn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra. Lögðu þá fyrir fætur hans og hann læknaði þá. Fólkið undraðist þegar það svo mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga, blinda sjá, og þeir lofuðu Guð Ísraels. Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði: Ég kenni í brjóstum mannfjöldan. Þeir hafa nú hjá mér verið í 3 daga og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta þá fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisveinarnir sögðu: Hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr: Hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara: 7 og fáeina smáfiska. Þá bauð hann fólkinu að setjast á jörðina. Hann tók brauðin 7 og fiskana, hörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinum sínum, en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir saman leifarnar, 7 korfur fullar, en þeir sem neytt höfðu voru 4.000 karlmanna, auk kvenna og barna. Síðan lét hann fólkið fara, sté í bátinn og kom í Magdanbyggðir. 16. kafli. Þá komu farísear og saddúkear og vildu freista hans og báðu hann að sýna sér tákn af himni. Hann svaraði þeim: Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri, því að roði er á lofti, og að morgni illviðri í dag, himinninn er rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki tákn tímanna. Vond og ótrú kynslóð heimtar tákn,
en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Þegar lærisveinarnir fóru yfir vatnið, höfðu þeir gleymt að taka með sér brauð. Jesús sagði við þá: Gætið yðar, varist súrdeg farísea og saddúkea. En þeir ræddu sín á milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jesús var þess vís og sagði: Hvað eru þér að tala það, trúlitlir menn, að þér hafið ekki brauð? Skinnið þér ekki enn? Minnist þér ekki brauðana 5 handa 5.000 og hve margar körfur þér tóku saman? Eða brauðana 7 handa 4.000 og hve margar körfur þér tóku saman? Hvernig má það vera að þér skinnið ekki að ég var ekki að tala brauð við yður, varist súrdeg farísea og saddúkea? Þá skildu þeir að hann hafi ekki talað að varast súrdeg í brauði, heldur kenningu farísea og saddúkea. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisveina sína: Hvern segja menn mannssoninn vera? Þeir svöruðu: Sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr: En þér, hvern segið þér mig vera? Símon Pétur svarar: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Þá segir Jesús við hann: Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur Faðir minn á himnum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég mun fá þér lykla himnaríkis, og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Upp frá þessu tók Jesús að sýna lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar margt af hendi öldunga, æðstupresta og fræðimanna, og verða líflátin en rísa upp á 3. degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann: Guð náði þig, Herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs: Vík frá mér, Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna er. Þá mælti Jesús við lærisveina sína: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týni lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni, eða hvað geti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum, og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég yður, nokkrir þeirra hér standa munu eigi dauða bíða fyrr en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu. 17. kafli. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra og ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim, og voru þeir á tali við hann. Pétur tók til máls og sagði við Jesú: Herra, gott að vér erum hér. Ef þú vilt, þá skal ég gjöra hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan hann var enn að tala, skýgði yfir þá bjart ský og rödd kom úr skýinu og sagði: Þessi minn elskaði sonur, sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög.
Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinu ofan fjallið bauð Jesús þeim og mælti: Segið engum frá sýninni fyrr en mannssonurinn upprisinn frá dauðum. Lærisveinarnir spurðu hann: Hví segja fræðimennirnir að Elía eigi fyrst að koma? Hann svaraði: Víst kemur Elía og færir allt í lag. En ég segi yður, Elía þegar kominn og menn þekktu hann ekki, heldur gjörðu honum allt sem þeir vildu. Eins mun og mannssonurinn píslir þola af hendi þeirra. Þá skildu lærisveinarnir að hann hafði talað við þá Jóhannes skírara. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði: Herra, miskunna þú syni mínum, hann tunglsjúkur og illa haldinn. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði: Ó, þú vantrúa og rangslúna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hingað til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum. Og sveinninn varð heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega: Hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim: Vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hefðu trú eins og mustardskorn, getið þér sagt við fjall þetta: Flytjið héðan og þangað, og það mun flytja sig. Ekkert verður yður vegn, en þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn og föstu. Þegar þeir voru saman í Galíleu, sagði Jesús við þá: Mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en á þriðja degi mun hann upprísa. Þeir urðu mjög hryggir. Þá þeir komu til Kapernahúm, gengu til hans menn sem heimta inn musteriskjaldið til Péturs og spurðu: Geldur meistari yðar eigi musteriskjaldið? Hann kvað svo vera. En hann kom inn, tók Jesús fyrir til máls og mælti: Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Af vandalausum, sagði Pétur. Jesús mælti: Þá eru börnin frjáls, en til þess að vér hneykslum þá ekki, skaltu fara niður á vatni og renna öngli. Taktu síðan fyrsta fiskinn sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. 18. kafli. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu: Hver mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það á meðal þeirra og sagði: Sannlega segi yður, nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmýkir sjálfan sig eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem á mig trúa, betra að vera sökkt í sjávardjúp með mylnustein hengdan háls. Vei heiminum vegna ginninga hans, þó ginningum verður eigi komist, en vei þeim manni sem veldur. Ef hönd þín eða fótur tælir þig til falls, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra þér handarvana eða höldum inn að ganga til lífsins, en að hafa báðar hendur og báða fætur og verða kastað í hinn eilífa eld. Og ef auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra þér einaugum inn að ganga til lífsins, en að hafa bæði augu og vera kastað í eldsvítið. Varast að forsmá nokkur þessar smælingja.
Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan augliti míns himneska föður, því að mannssonurinn er kominn til þess að frelsa hið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á 100 sauði og einn af þeim villist frá, skilur hann þá ekki 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem villtur er? Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni, að hann fagnar meira yfir honum en þeim 99 sem villtust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Ef bróðir þinn syndgar gegn þér, skaltu fara og tala fyrir honum. Og sé það ykkar einna í milli. Láti hann sér segjast, hefur þú unnið bróður þinn. En láti hann sér ekki segjast, skaltu taka með þér 1 eða 2, að hvert orð sé staðfest með framburði 2 eða 3 vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá seg það söfnuðinum, og skeyti hann ekki söfnuðinum heldur, þá sé hann þér sem heiðingi eða tollemdumaður. Sannlega segi ég yður, hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni, og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En ég segi yður, hverja þá bæn sem 2 yðar verða einhuga á jörðu, mun Faðir minn á himnum veita þau ein. Því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Þá gekk Pétur til hans og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum, ef hann misgjörðir við mig, svo sem 7 sinnum? Jesús svaraði, ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Því að líkt er himnaríki og konung vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður, skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekkert borgað og bauð konungur þá að hann skyldi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi í brjóstum hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga það sem þú skuldar. Samþjónn hans féll þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég borga þér. En hann vildi ekki, heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallar þá á þjóninn fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti hann böðlunum, uns hann hefði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og Faðir minn himneskur gjöra við yður, nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. 19. kafli. Þegar Jesús hafði mælt þessum orðum, fór hann úr Galileu, hélt til byggða Júdeu handan Jórdanar. Fjöldi manna fylgdu honum og þar læknaði hann þá. Þá komu til hans farísear og vildu freista hans, þeir spurðu, leyfist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Hann svaraði, hafið þér eigi lesið að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu, og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni, og þau 2 skulu vera einn maður. Þannig eru þau ekki framar 2, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja. Þeir segja við hann, hvers vegna bauð þá Móse
að gefa konu skilnaðarbréf og skilja svo við hana? Hann svarar, vegna harðúðar hjarta yðar leyfði Móse yður að skilja við konur yðar. En frá upphafi var það eigi þannig. Ég segi yður, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisveinar hans. Fyrst svo háttað stöðu karls gagnvart konu, þá ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim. Þetta ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar allt frá móðurlífi, sumir eru vanhæfir gjörðir af mannavöldum, sumir hafa sjálfur gjört sig vanhæfa vegna himnaríkis, sá höndli sem höndla fær. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra himnaríki, og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom til hans maður og spurði, Meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn sá hinn góði, ef þú vilt ganga inn til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði, hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýgja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður, og þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers mér enn vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum, og munt þú þá fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, þá fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. En Jesús sagði við lærisveina sína, sannlega segi ég yður, torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki, en segi ég, auðveldara úlfalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, urðu þeir steini lostnir og sögðu, hver getur þó orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér, hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá, sannlega segi ég yður, þegar allt orðið endurfætt og mannssonurinn situr í dýrðarhásæti sínu, munu þér, sem fylgi mér, einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, sakir nafns míns, mun fá margfalt aftur og öðlast eilíft líf. En margir hinir fyrstu munu verða síðastir og hinir síðustu fyrstir. 20. kafli. Líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarð sinn. Hann samdi við verkamennina denar í daglaun og sendi þá í vingarð sinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einnig í vingarðinn og ég mun greiða yður sanngjörn laun. Þeir fóru, aftur gekk hann út hádegi og nón og gjörði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá, hví hímið þér hér iðjulausir allan daginn? Þeir svara, enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá, farið þér einnig í vingarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarðsins við verkstjóra sinn, kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu.
Nú komu þeir sem ráðnir voru síðdegis og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, bjuggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu: Þessir síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörið þá jafna oss höfum borið hita og þunga dagsins. Hann sagði við einn þeirra: Vinur, ekki gjöri ég þér rangt til, sömdum við ekki einn denar. Taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðustu eins og þér, ég ekki sjálfur fjárs míns ráðandi, eða sérðu ofsjónum yfir því að ég góðgjarn. Þannig verða hinir síðustu fyrstir og hinir fyrstu síðastir. Jesús hélt nú upp til Jerúsalem og á leiðinni tók hann þá 12 afsíðis og sagði við þá: Nú förum við upp til Jerúsalem, þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestunum og fræðimönnunum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum, að þeir hæði hann húðstriki og krossfesti, en á 3. degi mun hann upprísa. Þá kom til hans móðir þeirra Sebedeussonar með sonum sínum, laut honum og vildi biðja hann bónar. Hann spyr hana: Hvað viltu? Hún segir: Lát þú þessa 2 syni mína sitja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar og hinn til vinstri. Jesús svaraði: Þið vitið ekki hvers þið biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann: Það getum við. Hann segir við þá: Kaleik minn munu þér drekka, en mitt ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það fyrirbúið af föður mínum. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim mjög við bræðurna 2. Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingjar láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar, heldur sé sá sem mikill vil verða yðar á meðal þjónn yðar, og sá yðar sem vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Þegar þeir fóru frá Jerikó, fylgdi honum mikill mannfjöldi. 2 menn blindir sátu þar við veginn. Þegar þeir heyrðu að þar færi Jesús, hrópuðu þeir: Herra, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Fólkið hastaði á þá að þeir þegðu, en þeir hrópuðu því meir: Herra, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Jesús nam staðar, kallaði á þá og sagði: Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir mæltu: Herra, lát augu okkar opnast. Jesús kenndi í brjóstum þá og snart augu þeirra, jafnskjótt fengu þeir sjónina og fylgdu honum. 21. kafli. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjallið, sendi Jesús 2 lærisveina og sagði við þá: Farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnskjótt munu þeir finna ösnu bundna og fola hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orð þá svarið: Herran þarf þeirra við og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð svo að rættist það sem sagt fyrir munn spámannsins: Segi dótturinni Síón: Sjá, konungur þinn kemur til þín. Hógvær hann og ríður asna, fola undan ábúðargrip. Lærisveinarnir fóru og gjörðu sem Jesús hafði boðið þeim. Komu með ösnuna og folan og lögðu á þau klæði sín, en hann steig á bak. Fjöldamargir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir hjúku lim af trjánum og stráðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og fylgdi á eftir hrópaði: Hósanna, syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, Hósanna í hæstum hæðum.
Þegar hann kom inn til Jerúsalem var öll borgin í uppnámi og menn spurðu: Hver er hann? Fólkið svaraði: Það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galileu. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla þá sem voru að selja þar og kaupa, hratt borðum víslaranna og stólum dúfnasalana og mælti við þá: Ritað er: Hús mitt á að vera bænahús, en þér gjörið það að ræningjabæli. Blindir og haltir komu til hans í helgidómunum og hann læknaði þá. Æðstuprestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin sem hann gjörði og heyrðu bornin rópa í helgidómunum: Hósanna syni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við hann: Heyrir þú hvað þau segja? Jesús svaraði þeim: Já, hafið þér aldrei lesið þetta? Af barnamunni og brjóstmylkinga býrðu þér lof. Og hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Árla morguns hélt hann aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann sagði við það: Aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu, en fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta, undruðust og sögðu: Hvernig gat fíkjutréð visnað svona fljótt? Jesús svaraði þeim: Sannlega segi ég yður, ef þér eigið trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þér gætuð enda sagt við fjall þetta: Lyft þér upp og steypt þér í hafið, og svo myndi fara. Allt sem þér beðið í bæniðar munu þér öðlast ef þér trúið. Hann gekk í helgidóminn, þá komu æðstuprestarnir og öldungar liðsins til hans þar sem hann var að kenna og spurðu: Með hvaða valdi gjörið þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Jesús svaraði þeim: Ég vil og leggja eina spurningu fyrir yður. Ef þér svarið mér, mun ég segja yður með hvaða valdi ég gjöri þetta. Hvaðan var skírn Jóhannesar? Frá himni eða frá mönnum? Þeir ráðguðust hver við annan og sögðu: Ef við svörum frá himni, spyr hann: Hví trúðu þér honum þá ekki? Ef við segjum frá mönnum, megum við óttast lífin. Því að allir telja Jóhannes spámann. Og þeir svöruðu Jesús: Við vitum það ekki. Þá sagði hann mér þá: Ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég geri þetta. Hvað virðist yður? Maðurinn okkur átti 2 sonu, hann gekk til hins fyrra og sagði: Sonur minn, far þú að vinna í dag í víngarðinum mínum. Hann svaraði: Það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði: Já, herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tveggja gjörði vilja föðursins? Þeir svara: Sá fyrri. Þá mælti Jesús: Sannarlega segi ég yður, tollheimtumenn og skækjur verða á undan yður í Guðs ríki, því að Jóhannes kom til yðar og vísaði við réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerust samt ekki síðar og trúðu honum. Heyrið aðra dæmisögu. Landeigendinn nokkur plantaði víngarð, hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatíminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til víngarðsvínyrkjana að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði: Þeir munu virða son minn. Þegar vínyrkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli:
Þetta er erfinginn, förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Þeir svara, þeim vondum mönnum mun hann vægðalaust tortíma og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtinn á réttum tíma. Og Jesús segir við þá, hafið þér aldrei lesið í reikningunum. Sá steinn sem smiðurnir höfnuðu er orðinn hyrningarsteinn. Þetta er verk Drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður, Guðsríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur molast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar æðstuprestarnir og farisearnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið, þar eð menn töldu hann vera spámann. 22. kafli. Þá tók Jesús enn að tala við þá í dæmisögum og mælti. Líkt er himnaríki og konungeinn sem gjörði brúðkaup sonar síns. Hann sendi þjóna sína að kalla til brúðkaupsins þá sem boðnir voru. En þeir vildu ekki koma, aftur sendi hann aðra þjóna og mælti. Segið þeim sem boðnir voru, veislu mína hef ég búið, uxum mínum og alifé er slátrað og allt er tilbúið, komið í brúðkaupið. En þeir skeittu því ekki, einn fór á akur sinn, annar til kaupskapar síns, en hinir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur reiddist, sendi út her sinn og lét tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeirra. Síðan segir hann við þjóna sína, brúðkaupsveislan er tilbúin, en hinir boðnu voru ekki verðugir. Farið því út á vegamót og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þér finnið. Þjónarnir fóru út á vegina og söfnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn var allskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leitar mann sem ekki var búinn brúðkaupsklæðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ert þú hér kominn og ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína, bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur, þar verður grátur og gnýstran panna. Því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Þá gengu farisearnir burt og tóku saman ráð sín, hvernig þeir gætu flækt hann í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína ásamt Heródesa sinnum og þeir segja, Meistari, við vitum að þú ert sannorður og kennir Guðs veg í sannleika. Þú hirðir ekki álit neins, enda gjörir þú þér engan mannamun. Seg oss því hvað þér líst. Leyfist manni að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Jesús þekkti elsku þeirra og sagði, hví freistið þér mín hræsnarar? Sýnið mér peningin sem goldin er í skatt. Þeir fengu honum denar, hann spyr, hvers mynd og yfirskrift er þetta? Þeir svara, keisarans. Hann segir, gjaldið þá keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Þegar þeir heyrðu þetta, undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komu til hans Saddúkear, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við hann. Meistari, Móse segir, degi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu bróður síns og vekja honum niðja. Hér voru með oss 7 bræður. Sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Eins var þeim það næsta og þann þriðja og þá alla 7. Síðast allra dó konan,
Kona hvers þeirra 7 verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir átt hana. En Jesús svaraði þeim: Þér villist, því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni, en upprisu dauðra hafið þér ekki lesið það sem Guð segir við yður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. En mannfjöldinn hlýddi á og undraðist mjög kenningu hans. Þegar farisear heyrðu að hann hafði gjört Saddúkea orðlausa, komu þeir saman, og einn þeirra sem var lögvitringur vildi freista hans og spurði: Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt: þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum 2 boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Meðan farisearnir voru samankomnir spurði Jesús þá: Hvað virðist yður Krist? Hvers son er hann? Þeir svara: Davíðs. Hann segir: Hvernig getur þá Davíð innblásinn andanum kallað hann Drottinn? Hann segir: Drottinn sagði við minn Drottinn: Set þig mér til hægri handar, þangað til ég geri óvini þína að fótskurð þinni. Fyrst Davíð kallar hann Drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað honum einu orði, og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann neins framar. 23. kafli. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna. Á stóli Móse sitja fræðirmenn og farisear. Því skulu þér gjöra og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara. Því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfur vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gjöra þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir breikka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft er þeim að skipa hefðasæti í veislum og æðsta bekk í samkundum. Láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því að einn er yðar meistari og þér allir bræður. Þér skuluð ekki kalla neinn föður yðar á jörðu, því að einn er faðir yðar, sá sem er á himnum. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því að einn er leiðtogi yðar, Kristur. Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar, hver sem upphefur sjálfan sig munu auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig munu upphafinn verða. Vegiður fræðimenn og farisear, ræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þér ekki þar inn, og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þér eigi inn að komast. Vegiður fræðimenn og farisear, ræsnarar, þér etið upp heimili ekna og flytjið langar bænir að yfirskinni, þér munuð fá því þyngri dóm. Vegiður fræðimenn og farisear, ræsnarar, þér farið láð og lög til að snúa einum til yðar trúar, og þegar það tekst, gjörið þér hann hálfu verra vítisbarn en þér eruð sjálfur. Vegiður blindi liðtogar, þér segið: ef einhver sver við musterið, þá er það ógilt, en sverja menn við gullið í musterinu, þá er það gildur eiður. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið, sem helgar gullið? Þér segið: ef einhver sver við altarið, þá er það ógilt, en sverja menn við fórnina sem á því er, þá er það gildur eiður. Blindu menn, hvort er meira fórnin eða altarið, sem helgar fórnina? Sá sem sver við altarið, sver við og allt sem á því er.
Sá sem sver við musterið, sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himininn, sver við hásæti Guðs og við þann sem í því situr. Vegiður fræðimenn, farisegar og hræsnarar. Þér gjaldið 10 myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta bera að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Blindu leiðtogar, þér sígið mýfluguna en svelgið úlfaldan. Vegiður fræðimenn og farisegar hræsnarar. Þér hreinsið bikarinn og diskinn utan, en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. Blindi farisei, hreinsaðu fyrst bikarinn innan, að hann verði líka hreinn að utan. Vegiður fræðimenn og farisegar hræsnarar. Þér líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Þannig eru þér, sýnist þið ytra réttlátur í augum manna, en eruð þið innra fullir hræsni og ranglætis. Vegiður fræðimenn og farisegar hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir spámannana og skreytið leiði hinna réttlátu og segið: ef við hefðum lifað á dögum feðra vorra, hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámannana. Þannig vitnið þér sjálfur yður og þér eruð synir þeirra sem myrtu spámennina. Nú skulu þér fylla mæli feðra yðar, höggormar og nöðrukín, hvernig fáið þér umflúð helvítis dóm. Þess vegna sendi ég til yðar spámenn, spekinga og fræðimenn. Suman munu þér leifláta og krossfesta, aðra húðstrykja í samkundum yðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yður yfir allt saklaust blóð sem úthellt hefur verið á jörðinni, frá blóði Abels hins réttláta til blóðs Sakaría Barakíassonar, sem þið drápuð milli musterisins og altarinsins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendur eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungum sínum undir vængi sér, og þér vilduð eigi. Húsið þar verður í eyðilátið, ég segi yður, héðan af munu þér eigi sjá mig, fyrr en þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. 24. kafli. Jesús gekk út úr helgidómunum og hélt brott. Þá komu lærisveinar hans og vildu sýna honum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá: þér sjáið allt þetta, sannlega segi yður, hér mun ekki látin steinn yfir steini að eigi sé niður brotinn. Þá hann sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: seg þú oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endalokar veraldar? Jesús svaraði þeim: varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: ég er Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartíðindi. Gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyntinga og taka af lífi, og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þó falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu, og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpinn verða. Og þetta er fagnaðarerindið ríkið,
verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáið viðurstigð eyðingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugi það, þá flýið þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í hús sitt, og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðir eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílíkt verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af, en vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki, því að fram munu koma falskristar og falsspámenn. Og þeir munu gjöra stór tákn og undur að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið kæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, hann er í leinum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mannssonarins. Þar munu ernirnir safna saman sem hræið er. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, stjörnurnar munu rapa af himni og kraftar himna bifast. Þá munu tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 8 himinskauta milli. Nemið líkingu af fíkjutrénu, þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáuð allt þetta, að hann er í nánd fyrir dyrum. Sannlega segi yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. Eins var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þessa dags Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða 2 á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og léti ekki brjótast inn hjá í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver er sá trúi og hygni þjónn sem húsbóndinn hefur sett yfir hús sín að gefa þeim mat á réttum tíma? Sæll er sá þjónn sem húsbóndinn finnur breyta svo hann kemur. Sannlega segi yður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. Ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, og á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum,
Þá verður grátur og gnístrandi hanna. 25. kafli. Þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðguminn með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og þær urðu allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp: sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku lampa sína, en þær fávísu sögðu við þær hygnu: gefið oss af olíu yðar, það að slökkna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu: nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn, og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðgumsins og dyrunum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu: herra, herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði: sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina. Svo himnaríki sem mann ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fékk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fékk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá sem fékk 2, hann græddi aðrar 2, en sá sem fékk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörðu og faldi þar. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sá með 5 talenturnar gekk fram og færði honum aðrar 5 og sagði: herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann: gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti: herra, 2 talentur seldur þú mér í hendur og hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hans sagði við hann: gott, þú góði og trúi þjónn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá fékk 1 talentu og sagði: herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker það sem þú sáir ekki og safnar það sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð, hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann: illi og lati þjónn, þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka, þá hef ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar, því að hverjum sem hefur mun gefið verða, og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í histrumyrkur, þar verður grátur og gnístrandi hanna. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri: komið þér hinnið blessuðu föður míns og takið að ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Því að hungraður var ég og þér gáfuð mér að éta, þyrstur var ég og þér gáfuð mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig, nakinn og þér klædduð mig, sjúkur
og þér vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þér komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þig hungraðan, gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkomandi og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjört mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar, farið frá mér bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Því að hungraður var ég, en þér gáfuð mér ekki að eta, þyrstur var ég, en þér gáfuð mér ekki að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig ekki, nakinn en þér klædduð mig ekki, ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitjuðu þér mín. Þá munu þeir svara, Herra, hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann munu þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þér gjörðuð ekki einum hinna minnstu bræðra minna, það hafið þér ekki heldur gjört mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinir réttlátu til eilífs lífs. 27. kafli. Þegar Jesús hafði lokið öllum þessum orðum, sagði hann við lærisveina sína, þér vitið að eftir 2 daga eru páskar. Þá verður mannssonurinn framseldur til krossfestingar. Æðstuprestarnir og öldungar liðsins söfnuðust nú saman í höll æðstaprestsins, Kæfas hét, og réðu með sér að handtaka Jesú með svikum og taka hann af lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, annars verður uppþot með lífinu. En Jesús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþráa. Kom þá til hans kona og hafði alabastursbuðk með dýrum smyrslum og hellti yfir höfuð honum, þar sem hann sat að borði. Við þessa sjón urðu lærisveinarnir gramir og sögðu, til hvers er þessi sóun? Það hefði mátt selja dýru verði og gefa fátækum. Jesús var þess vís og sagði við þá, hvað eru þér að angra konuna? Gott verk gjörði hún mér, fátæka hafið þér jafnan hjá yður, en mig hafið þér ekki ávalt. Þegar hún hellti þessum smyrslum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftrunar. Sannlega segi ég yður, hvar sem fagnaðarerindi þetta verður flutt allan heim, mun þess og getið verða sem hún gjörði til minningur hana. Þá fór einn þeirra 12, Júdas Ískariot að nafni, til æðstuprestana og sagði, hvað viljið þér gefa mér fyrir að framselja yður Jesú? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Upp frá þessu leitaði hann færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðubrauðanna komu lærisveinarnir til Jesú og sögðu, hvar vilt þú að við bjúgum þér páska máltíðina? Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginni og segið við hann, meistarinn segir, minn tími er í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gjörðu sem Jesús bauð og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldið sat hann til borðs með þeim 12 og þeir mötuðust, sagði hann, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig, og þeir urðu hryggir og sögðu við hann, einn af öðrum, ekki er það ég, Herra.
Hann svaraði þeim, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann ritað, en vei þeim manni sem veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. En Júdas sem sveik hann sagði, Rabbi, ekki það ég. Jesús svaraði, þú sagðir það. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta líkaminn minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags, ég drekka hann að nýju með yður í ríki föður míns. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóru þeir til Olíufjallsins. Þá Jesús segir við þá, á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér, því að ritað ég mun slá hirðirinn og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. En eftir að ég upprisinn mun ég fara á undan yður til Galilíu. Þá segir Pétur, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu, áður en hani galar, muntu þrisvar afneita mér. Pétur svarar, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu allir lærisveinarnir. Þá kemur Jesús með þeim til staðar heitir Getsemane og hann segir við lærisveinana, setjist hér meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonur Sebedeusar og nú setti á honum hrygg og angist. Hann segir við þá, sál mín hrygg, allt til dauða, bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið eitt fram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Hann kemur aftur til lærisveinanna og finnur þá sofandi. Þá segir hann við Pétur, þér gátuð ekki vakað með mér eina stund. Vakið og beðið að þér fallið ekki í freistni, andinn reiðubúinn en holdið veikt. Aftur vék hann brott annað sinn og bað. Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi, því að drungi var á augum þeirra. Þá fór hann enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrr. Og hann kom til lærisveinanna og sagði við þá, sofið þér enn og hvílist. Sjá, stundin komin og mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum, í nánd sá mig svíkur. Meðan hann var enn að tala kom Júdas einn þeirra 12 og með honum mikill flokkur frá æðstuprestunum og öldungum lýðsins. Og höfðu þeir sverð og barefli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til margs. Sá sem ég kyssi, hann það, takið hann höndum. Hann gekk beint að Jesú og sagði, heill Rabbi, og kyssti hann. Jesú sagði við hann, vinur, hví ertu hér? Þá komu hinir, lögðu hendur á Jesú og tóku hann. Einn þeirra sem með Jesú voru, greip til sverðs og brá því, hjó til þjóns æðstaprestins og sneið af honum eyrað. Jesú sagði við hann,
Slíðra sverð þitt, allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Hvernig ættu þá reikningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Á þeirri stundu sagði Jesús við flokkinn: Eru þér að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega sat ég í helgidómnum og kenndi og þér tókuð mig ekki höndum. En allt þetta verður til þess að ritningar spámannanna rætast. Þá yfirgáfu hann lærisveinarnir allir og flýðu. Þeir sem tóku Jesú höndum færðu hann til Kæfasar, æðstaprests, en þar voru saman komnir fræðimennirnir og öldungarnir. Pétur fylgdi honum álengdar, allt að garði æðstaprestsins. Þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver yrði endir á. Æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu ljúgvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu ekkert, þótt margir ljúgvottar kæmu. Loks komu 2 og sögðu: Þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Þá stóð æðstupresturinn upp og sagði: Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En Jesús þagði. Þá sagði æðstupresturinn við hann: Ég særi þig við lifandi Guð, segðu oss, ertu Kristur, sonur Guðs? Jesús svarar honum: Þú sagðir það. En ég segi yður, upp frá þessu munu þér sjá mannssoninn sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Þá reif æðstupresturinn klæði sín og sagði: Hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þér heyrðuð guðlastið, hvað líst yður? Þeir svöruðu: Hann er dauðasekur. Og þeir hræktu í andlitunum og slógu hann með hnefunum, en aðrir börðu hann með stöfum og sögðu: Spáðu nú, Kristur, hver var að slá þig? En Pétur sat út í garðinum. Þar kom að honum þerna ein og sagði: Þú varst líka með Jesú frá Galalíu. Því neitaði hann, svo að allir heyrðu, og sagði: Ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þerna og sagði við hann sem þar voru: Þessi var með Jesús frá Nasaret. Enn neitaði hann sem áður og svor þessi eið að hann þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir þar stóðu og sögðu við Pétur: Víst ertu líka einn af þeim, enda segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki manninn. Leið góð hani og Pétur minntist þess Jesús hafi mælt: Áður en hani galar myndu 3 afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. 27. kafli. Að morgni gjörðu allir æðstuprestarnir og öldungar liðsins samþykkt gegn Jesú að hann skyldi af lífi tekinn. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðingja. Þegar Júdas sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, iðraðist hann og skilaði æðstuprestunum og öldungunum silfurpenningunum 30 og mælti: Ég drýgði synd, ég sveik saklaust blóð. Þeir sögðu: Hvað varðar oss það? Það þitt að sjá fyrir því. Hann fleygði þá silfrinu inn í musterið og hélt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Æðstuprestarnir tóku silfrið og sögðu: Ekki má láta það í guðskistuna, því að þetta eru blóðpenningar. Og þeir eruð ásáttir að kaupa fyrir þá leirkerasmiðs akurinn til grafreits handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns,
Þeir tóku silfurpenningana 30, það verð sem sá er metin á, er til verðs var lagður af Ísraels sonum, og keyptu fyrir þá leirkerasmiðs akurinn eins og Drottinn hafði fyrir mig lagt. Jesús kom nú fyrir landshöfðingjann. Landshöfðinginn spurði hann, ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði, þú segir það. Æðstuprestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann, heyrðir þú ekki hve mjög þeir vitna gegn þér? En hann svaraði honum ekki engu orði hans, og undraðist landshöfðinginn mjög. Á hátíðinni var landshöfðinginn vanur að gefa liðnum lausan einn bandingja, þann þeir vildu. Þá var þar alræmdur bandingi í haldi, Barrabas að nafni. Sem þeir voru nú samankomnir, sagði Pílatus við þá, hvorn viljið þér að ég gefi yður lausan, Barrabas eða Jesú, sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundarsakir framselt hann. Meðan Pílatus sand á dómstólnum, sendi kona hans til hans með þessi orð, láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumir mínir verið í nótt hans vegna. En æðstuprestarnir og öldungarnir fengu múginn til að biðja Barrabas, en að Jesús skyldi deyddur. Landshöfðinginn spurði, hvort þeirra viljið þér að ég gefi yður lausan? Þeir sögðu, Barrabas. Pílatus spyr, hvað á ég þá að gjöra við Jesú sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfestu hann. Hann spurði, hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æptu því meir, krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann færi ekki aðgjört, en ólætin aukast. Hann tók vatn og þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkinu og mælti, sýkn er ég á blóði þessa manns, svarið þér sjálfur fyrir. Og allur lýðurinn sagði, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Þá gaf hann þeim Barrabas lausan, en lét húðstrýkja Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landshöfðingjans fóru nú með hann inn í höllina og söfnuðu hann allri hersveitinni. Þeir afklæddu hann og færðu hann í skarlatsrauða kápu, fléttuðu þyrnikórunu og settu á höfuð honum, en reirsprota í hægri hendi hans, síðan féllu þeir á kné fyrir honum og höfðu hann að háði og sögðu, heill þú konungur gyðinga. Og þeir ræktu á hann, tóku reirsprotan og slógu hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði, þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Á leiðinni hittu þeir mann frá Kýreni, Símon hét. Þeir neyddu hann að bera kross Jesú, og þeir komu til þess staðar heitir Golgata, það þýðir hauskúpustaður, gáfu þeir honum vín að drekka, galli blandað, hann bragðaði það en vildi ekki drekka. Þá krossfestu þeir hann, þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Sátu þar svo að gættu hans. Yfir höfði hans festu þeir sakargift hans svo að skráða, þessi er Jesús, konungur gyðinga. Þá voru krossfestir með honum tveir ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sín og sögðu, þú sem brýtur niður musterið og reisir það á 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér. Ef þú ert sonur Guðs, þá stíg niður á krossinum. Eins gjörðu æðstuprestarnir, gísað honum og fræðimennirnir og öldungarnir sögðu, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels. Stígi hann nú niður af krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði, nú ætti Guð að frelsa hann.
ef hann hefur mætur á honum, eða sagði hann ekki, ég er sonur Guðs. Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. En frá hádegi varð myrkur allt land til nóns, og nón kallaði Jesús hárri röddu: Elí, Elí, lama sabachthani, sem þýðir: Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Nokkrir þeirra þar stóðu heyrðu hann og sögðu: Hann kallar á Elía. Jafnskjótt hljóp einn þeirra til, tók njarðarvött og fyllti ediki, stakk á reyrstaf og gaf honum að drekka. Hinir sögðu: Sjáum til hvort Elía kemur að bjarga honum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisi Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftann og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þar voru á margar konur sem álengdar horfðu á, þær höfðu fylgt Jesú frá Galíleu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María, móðir þeirra Jakobs og Jósefs og móðir Sebedeussona. Kvöldið kom auðugur maður frá Arimaþeu, Jósef að nafni, sjálfur var orðinn lærisveinn Jesú. Hann gekk til Pílatusar og bað hann líkama Jesú. Pílatus bauð þá að fá Jósef hann. Jósef tók líkið og sveipaði það hreinu línklæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði látið höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hin og þær sátu gegnt gröfinni. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstuprestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi: Eftir 3 daga rís ég upp, bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt, allt til 3. dags, ella gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann risinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þér varðmenn, farið og búið svo tryggilega sem best þér kunnið. Og þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og innsigluðu steinin með aðstoð varðmannanna. 28. kafli. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá varð landskjálfti mikill, því engil drottins stíð niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar: Þér skuluð eigi óttast, ég veit að þér leitið að Jesú hinum krossfesta, hann er ekki hér. Hann er upprisinn eins og hann sagði, komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum, sjá hann fyrir á undan yður til Galileu, þar munuð þér sjá hann, þetta hef ég sagt yður. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Og sjá, Jesús kemur á móti þeim og segir: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær: Óttist ekki,
farið og segið bræðrum mínum að halda til Galíleu, þar munu þeir sjá mig. Meðan þær voru á leiðinni komu nokkrir varðmenn til borgarinnar og sögðu æðstuprestunum allt sem gjörst hafði. En þeir kvöddu saman öldungana og tóku það ráð með þeim að bera mikið fé á hermennina og mæltu við þá: Segið þetta: lærisveinar hans komu á næturþeli meðan vér sváfum og stálu honum. Og ef þetta berst landshöfðingjanum til eyrna, skulum vér sefa hann, svo að þér geti verið áhyggjulausir. Þeir tóku við fénu og gjörðu sem þeim var sagt. Þessi sögusögn hefur verið borin út meðal gyðinga allt til þessa dags. En lærisveinarnir 11 fóru til Galíleu, til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Það sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðað yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.